Akureyrarbær efnir til opins fundar framtíð Reykjavíkurflugvallar á fimmtudaginn í næstu viku. Fundurinn verður haldinn í menningarhúsinu Hofi. Framsögu hafa Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri og Jón Karl Ólafsson, framkvæmdastjóri flugvallarsviðs Isavia. Halda átti fundinn í síðasta mánuðin en þá þurfti að aflýsa honum vegna veðurs. Þessi fundur aðra haldinn til þess að bjóða borgarstjóra hingað norður. Hann hefur talað það að vilja eiga beint samtal við okkur hér á svæðinu framtíð flugvallarins og þetta kærkomið tækifæri til þess og við tókum hann þá bara einfaldlega orðinu og buðum honum að koma eða buðum honum að ræða við okkur. Í þinni framsögu, hver verða þín svona helstu áhersluatriði? Ég fer nú eitthvað í gegnum þetta svona sögulega, við getum orðað þannig. Þetta mál búið að vera lengi hjartans mál hérna hjá bæjarstjórn Akureyrar. Ég rek mig aðeins í gegnum það hversu lengi við höfum rauninni fjallað þetta mál og rauninni haft áhuga á því og einnig áhyggjur af því. Svo náttúrulega bara fara í gegnum það áhersluatriði sem við höfum lagt á í gegnum tíðina á það að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni og hvað það skiptir okkur miklu máli. Þetta svona megið þema í mínu innleggi. Við vitum svona nokkurn veginn núna hvernig staðan en í ágúst þá sendi innanríkisráðherra borgarstjóra bréf þar sem að ég lagti til að ríki og borg hefji hið fyrsta formlegar viðræður framtíð flugvallarins og þá í samráði við hagsmuna aðila og sveitarfélög. Já, þessi fundur skiptir þetta miklu máli. Þetta ekki bara samtal á milli sveitarfélaga. Þetta skiptir mjög miklu máli að ríkisvaldi komi að þessu máli líka og þá innanríkisráðuneytið. Nú vitum við náttúrulega ekki hvernig framhaldi verður þar eða hjá stjórnvöldum yfir höfuð. Það náttúrulega verið að skipta ríkisstjórn í augnablikinu. En við getum ekki tekið þetta samtal nema að hafa stjórnvöld með og ríki skiptir þarna gríðarlega miklu máli. Þeir eru landeigandi, þeir hafa stjórnsýslulega mikil áhrif á ákvarðanatökuna og eru aðilar að samkomulaginu sem var gert á milli þeirra og Reykjavíkurborgar og fleiri. Þannig að þrátt fyrir það þessi fundur sé haldinn bara á milli okkar og Reykjavíkurborgar að þá þurfum við að fá ríki að málinu líka. Líklegt að það náist svokölluð víðtæk sátt? Menn hafa náttúrulega leitað að víðtækri sátt í gegnum tíðina og það var meðal annars gert með svokallari rögnunefnd og þar liggur fyrir ákveðin niðurstaða. Það hægt að vinna út frá þeirri niðurstöðu. Hvort að hún verði svo hinn endanlega sátt, það verður bara komið ljós. En já, ég held að okkur eiga bera gæfa til þess að leiða svona mál til lykta. En ég held að allir þurfa eitthvað að draga úr sínum kröfum eða allavega þó ekki annað en að menn hlustuðu hver á kröfur annar. Framtíð flugvallar var nú ekki mikið rædd í kosningabaráttunni sem nýafstaðin. Nei, það fór ansi lítið fyrir henni. Það fór allavega fram hjá mér og þó hafði verið alveg tækifæri til þess. En það nauðsynlegt að tala saman og þessu þessi fundur haldinn og við hættum ekkert að tala saman þó að menn hafi ekki verið að ræða þetta sérstaklega í kosningabaráttunni. En þessar deilur, það hægt að tala deilur milli að þá Akureyrar og Reykjavíkurborgar framtíð vallarins. Hafa þær skaðað samskipti á einhvern hátt? Nei, ekki þú spyrð þannig. Við eigum alveg gott samstarf sveitarfélögin á mörgum sviðum og munum eiga það áfram þrátt fyrir það við deilum með okkur þetta verkefni. Og ég held að við í grunninn séum við að mörgu leyti sammála það hversu mikilvægt innanlandsflugið á Íslandi og að reyna að halda því. Þó að við séum ósammála það hvar miðstöð innanlandsflugsins eigi að vera í Reykjavík. En það bara mál sem við höfum öll skoðun á og það eitt af því sem hefur náttúrulega verið í umræðinni hvort að menn eiga að hafa skoðanir á skipulagsmálum í öðrum sveitarfélögum. Við eigum að hafa skoðanir á því sem skiptir almenning máli í öllu landinu og þess vegna skiptir svona fundur gríðarlega miklu máli. Nú spyr ég þig þá eins og íþróttafréttamaður spyr landsliðsþjálfarann hversu mikilvægt að fólk mæti á völlinn eða mæti í Hof? Já, þetta náttúrulega engin kappleikur en þetta svo sem ekki keppni á milli okkar en það skiptir þetta gríðarlega miklu máli að fólk komi og fylgist með umræðinni og vonandi náum við að sjónvarpinu líka en það skiptir þetta máli að fólk sé á staðnum því að þar hefur það tækifæri til þess að spyrja líka spurninga. Þetta ekki bara samtal milli mín og borgarstjóra því að það verður að opna umræður hérna líka og fólk getur þá millilega fengið tækifæri til þess að ræða hlutina við mig eða við borgarstjóra eða fulltrúa Isavia sem þarna verður líka.